Komið sæl. Árni heiti ég, Árnason, og er vélstjóri og mikill áhugamaður þjóðfélagsmál. Og hérna hjá mér eru Halldór Sigurðsson, áhugamaður lög og þjóðfélagsmál. Leifur Árni Árnason, flugmaður á eftirlaunum. Okkur hefur orðið tíðrætt fyrirbæri sem við köllum þöggun. Og með því erum við að tala það þegar að yfirvöld í landinu, hverju nafni sem þau nefnast, ganga vísvitandi fram í því að fela upplýsingar fyrir almenningi, halda aftur af upplýsingagjöf og láta eins og almenningi í landinu komi einfaldlega ekki við hvað þau eru að bauka. Þetta sjáum við og við getum nefnt nýlegt dæmi. Eitt allra nýjasta dæmið er hvernig ákveðnir aðilar hafa setið að fundarhöldum út í Brussel á nánast leynifundum án þess að upplýsa þjóðinu hvað það fer fram og að þjóðinni komi það auðvitað við. Það er fjöldamörg önnur dæmi slíkt og þetta hefur gerst gegnum tíðina. Okkur finnst þetta að vera aukast, en við getum farið alveg aftur til dæmis aftur til 1989, þegar að settur lög sem að afnema sem afnema fógetaembættin, sem gegndu gríðarlega miklu hlutverki hér áður fyrir. Þetta gerðist með lagasetningu og almenningi var ekki gerð nein grein fyrir því hvaða þýðingu þetta hefði. Þetta er hlutur sem að ég veit að Halldór, vinur minn, hefur mikinn áhuga á og sér mikið eftir fógetavaldinu og við höfum nú kannski ræða svolítið það hér, hvernig það gerðist að fógetavaldið hvarf og í staðinn kom svona hrátt, beinhart lagavald, dómsvald sem að tekur ekki tillit til aðstæðna almennings í landinu. Ég ætla kannski að gefa Halldór orðið, en það sem kveikti þessa umræðu var auðvitað hrunið og afleiðingar þess. Hvernig fjármálaöflin í landinu gátu með aðstoð yfirvalda knésett 15.000 fjölskyldur og haft af þeim heimilin fyrir næstum ekki neitt. Þetta á sér ákveðin grunn líka í því hvernig framkvæmdarvald og dómsvald í kerfinu virka. Það er þetta er rétt hjá Árna, ég er mikill áhugamaður það að koma fógetaembættin á aftur, eða hvað sem svo það má kalla það. Því að þetta er kallað ýmsum nöfnum út í heimi. Þeir eru friðardómarar, þeir eru sheriff og county sheriff og high sheriff og krónufógeti og það er alls konar nöfn á þessu embætti. En það eru öll ríki í Evrópu hafa svona embætti á höndum. Og mér skilst að það sé öll ríki í Suður-Ameríku, ég fekk að heyra það með þetta og það er náttúrulega Kanada, Mexíkó og Bandaríkin eru með þetta. En það er ekki alls staðar sem þessi embætti starfa rétt. En þetta embætti á að vera fyrst og fremst sáttaraðili. Embættismenn eða maður, hann á að vera kosinn af íbúum sveitarfélagsins og við að fá kosningu hjá íbúum sveitarfélagsins, þá er hann náttúrulega, þá fær hann á réttar, þá hefur hann hefur umboð til þess að vera dómari, eða þegar reyndar fógetinn er með mjög takmarkað dómsvald. Hann má ekki daga menn í fangelsi. En hann er jafnframt, fógetinn, hann er yfirmaður lögreglunnar á svæðinu.
og það er reynda búið að breyta kerfinu í ranga átt að mínu mati núna. En sem staðreynd, ég er ekki mjög hrifinn af Evrópska efnahagssvæðinu. Ég tel að það sé með því neikvæðasta sem hefur komið fyrir þjóðina. En samkvæmt samninginum Evrópska efnahagssvæðið, þá var gert hérna rýniskýrsla 20. desember 2011, þannig okkur ber skylda til þess að koma á fógetaembætti aftur. En á þess að það er náttúrulega, þarf ekki endilega að heita fógetaembætti, en sams konar embætti. Og þeir segja að það er í það minnsta að það sé réttur með hérna fyrir minni mál sem á að vera innan sveitarfélagsins. En þá var það gert á rétta máta að það er kosið þann sem gerir þetta innan sveitarfélagsins. Hvernig fékkstu þessa rýniskýrslu í hendur? Ég fékk þessa rýniskýrslu í hendur árið 2012 þegar ég var að kvarta undan þessu á fundi hérna í hérna Norræna húsinu. Og það var kona þarna sem var á svæðinu að hún var að kenna Háskóla Íslands Evrópurétt. Og eftir fundinn þá kom hún til mín og sagði mér frá þessa rýniskýrslu. Og ég náttúrulega fór í það að reyna að fá þessa rýniskýrslu hjá utanríkisráðuneytinu, eins og hún benti mér á. Það var ekki aldeilis auðvelt. Ég var búinn að tala við menn þarna þó nokkuð oft og loksins fékk ég skýrsluna. Svo við náttúrulega vorum nokkrir félagar sem voru búin að þvælast með skýrsluna út bara alla Reykjavík og fullt af fundum og svoleiðis og endaði með í týndinni. Og svo var það núna fyrir rétt rúmlega ári síðan að þá reyndi ég að finna þetta aftur og loksins fékk ég þetta aftur, ekki á, skal ég segja, Utanríkis? Nei. Jú, það var í utanríkisráðuneytinu. En svo voru skal ég segja, það var annað sem ég fékk þarna hjá annars staðar. En þetta ekki þá hálfgerð þöggun? Þetta er þöggun, þetta er ekkert annað en þöggun. Datt í huga Árni þegar þú varst að minnast á að utanríkisráðherra var úti í Brussel og einhverju leynifundum. Fyrir hvað fékk Geir Haarde landsdóm á sig? Fyrir að halda ekki fundi. Halda ekki ríkisstjórnarfundi. Það var það sem var dæmdur fyrir. Það var eina sem þóttu geta hangað hann á. Já. Mér langar aðeins svona á léttum nótum til þess að fólk kannski átti sig aðeins á hugmyndinni fógetann. Minnast á einn fógeta sem við þekkjum væntanlega öll og það er hann Sebastian. Já. Í Kardimonbæ. Já. Hann nefnilega, þó að þetta sé barnaleikrit og allt það, að þá lýsir þetta dálítið mikið hugmyndinni fógeta sem kosin er af nærsamfélaginu. Hann syngur, ég er bæjarfógetinn Bastian og blíður á mannin er. Svo gætir hann þess að gangi allt í vil. Ég lifa í friði langar ég alla til. Þetta er lagið hans. Já. Og þetta er svolítið lýsandi fyrir þessa hugmynd að hafa kosin fógeta sem er sáttasemjari og leysir málin. Hann kannski tekur ekki stóru málin, en hann tekur svona einhver lítil deilumál ef hann stela kökum úr bakaríinu eða smíðsleri frá slátraranum. Í grunninn mannvinur. Já, svona mannvinur og mannasættir. Og þetta er hugsað til þess að létta álagi líka af dómskerfinu, hvernig álagi og kostnaði. Og það er væntanlega einhver slík hugmynd sem menn eru að ganga með í maganum og sem að gert er ráð fyrir í þessu reglum EES samstarfi. Hvað svo gerist, af hverju þetta á ekki upp á pallborðið í dag, það er svo umræðefni, kannski sérstakt umræðefni út af fyrir sig.
mig grunar að það er breytingin sem gerð var á lögunum 1989 þegar að fullur aðskilnaður dómsvald og umboðsvalds færður í lög, að þá hafði fram að því orðið einhverjir árekstrar á milli framkvæmdarvalds, fógetinn heyrði undir það, en hafði engu að síður einhvers konar dómsvald. Og þá kom upp mál þar sem að menn voru ekki sáttir við árekstur dómsvalds og framkvæmdarvalds og þau mál enduðu síðan hjá Mannréttindanefnd Evrópu og þar tapaði í rauninni Íslenska ríkið málinu á þeim forsendum að þar væri skörun milli framkvæmdarvalds og dómsvalds. Þannig að nú er spurningin þessi, er hægt að hafa einhvers konar fógeta, mannasættir í héraði sem er kosin í héraði án þess að það teljist vera brot á þessari grundvallarreglu aðskilnað framkvæmdarvalds og dómsvalds. Hvað er þetta? Góð spurning. Ég tel svo vera og þetta eru ævargömmu lög undirstaðan undir þetta. Það er hvað kallar það, Hammurabi. Það eru 5.000 ára gömmu lög og sá lögmaður sem hefur kennt mér og mínu félögum mest í þessu að sagði að auðvitað hefur þetta breyst með tímanum. Þetta var náttúrulega kóngurinn í ríkinu sem skipaði mann sem fógeta, en þá var það maður sem var vinsæll innan sveitarfélagsins. En svo er það náttúrulega eðlilegt í nútíma þjóðfélagi að það sé kosið hann. Eins og stendur í stjórnarskránum dómara. Það á að kjósa þá á Alþingi. Ennþá er það er ennþá eðlilegra að það sé kosið það í héraði eða sveitarfélagi. Og auðvitað þessi fógeti verið kosin af sveitarfélaginu, nákvæmlega eins og eðlilegt er að prestur sé kosin af söfnuði sínum og það veitir prestinum bæði traustið og réttinn til þess að vera sáttasemjari í einkamálum sem er persónulegum einkamálum sem eru innan sóknarinnar. Og það er náttúrulega að kosið vegna það er treyst honum til þess. Já. Það er eitt athyglisvert í þessu að eftir þessa lagabreytingu 1989 þegar að umboðsvald og dómsvald er að fullu aðskilið, að þá er sett á það sem er kallað sáttaskylda dómara. Ég þekki ekki nákvæmlega hvernig sú sáttaskylda er uppbyggð, en það væntanlega þannig að dómari skuli áður en lengra er haldið, áður en stofnað er til málaferla og mikils kostnaðar, skuli dómari leita sátta í málum. Mig grunar að þetta hafi mjög fljótlega eftir 1991, þegar þetta er sagt á, orðið svona einhver rútína. Hún hafi ekki haft mikil áhrif, dómararnir hafi uppfyllt þessa skyldu nánast með því að byrja að spyrja einhverja spurninga hvort það ekki væri hægt að sætta málin og svo eru báðir aðilar þverir fyrir og segjast ekki vilja sætta neitt, ég vilja bara fá sinn pening eða sinn rétt. Og þá sé þessi sáttaskylda þar með uppfyllt og ekkert hana tala meir. Svo einhver sáttasemjari. Þessi Já. þáttur. Við þekkjum ennþá fyrirbæri dómsátt. Já. Hún er til, en hún er notuð við umferðarlega brot og einhver svona minniháttar mál oft á tíðum að þá eru mönnum gerð sekt. Ef menn kjósa að þá geta þeir látið ganga á eftir sér með lögsókn og málið farið fyrir rétt og svo framvegis. En þá kemur þessi kostur inn, dómsáttin, sem á að vera minnka tafir, minnka kostnað fyrirferð allra aðila,
ef að þeir sættast á einhvers konar málamiðlun Já. áður en allt fer af stað. En virkar það? Sjáum við það virkar nema bara í einhverjum algjörum undantekningartilfellum? Ekki það ekki. Þetta virkaði og ég hef náttúrulega, já, ég hef þurft að leita til fógeta varðandi svona, en það er sko, það er annað mál, sko, fógetin á að taka á öllum deilum milli opinberra aðila og einstaklinga, eins bara milli einstaklinga líka, en það er eitt af því sem búið að vanta frá því 1992 að ef að maður lendir í tjóni og þarf að fá greiðslu á tryggingafélagi, að þá er náttúrulega tryggingafélagið náttúrulega bara innvalt það hvernig það fer með málið. Og að ég var bent á það til dæmis í Úkraínu að fógetinn heitir prókurator eða eitthvað svoleiðis þar. Og þá færði ekki tjón bætt hjá tryggingafélagi nema prókurator sem búin að fara yfir pappírana. Já, já. Og það er náttúrulega, það er eitt af því sem sárvantar hérna. Og ég sem búin að starfa við þetta í yfir 50 ár að rétta bíla og svoleiðis, ég sé það að þetta náttúrulega vantar algjörlega. Sjáum bara. Og þá eru auðvitað fleiri mál sem að þetta vantar í. Einum bíl er ekki á annan bíl og kemur í ljós að báðir eru tryggðir hjá sama tryggingafélagi. Og báðir í 100% stóriðni. Já. Ég hef séð það. Já. Það var eiginlega fyndið. Ég fekk daginn eftir að þeir eigendur þessara bíla fóru í tryggingafélagið, þá fekk ég bréfis á tryggingafélaginu, ég ætti að gera við báða fyrir 100% í þeirra kostnað. Já, já. Þetta er svona, það skilur ekki, en svo er úrskurðarnefnd tryggingafélagana. Já, það er ólöglegt samráð. Þetta er menn frá tryggingafélagunum sem setja saman og eru í samráð það að halda þessu í ákveðnu horfi. Svo er nefndin innan sem á að vera undir fjármálaeftirlitinu. Þar eru einn aðili sem er náttúrulega fulltrúi Neytendasambandsins og svo eru tveir aðrir sem eru fulltrúi annars sambanda, en báðir þeir tveir eru fyrrverandi starfsmenn tryggingafélaganna. Er þetta trúverðugt? Nei. Þarna væri alveg kjörinn grundvöllur fyrir fógeta til dæmis. Þarna er tiltölulega einfalt mál ef fógetið er til staðar, er fyrir hendi. Þarna kemur upp deila, menn eru ósátti við tryggingafélagið sitt, að láta hreinlega gögnin í hendur fógeta og hann gæti leita sátta. Ef það er ekki takast, þá gæti hann úrskurðað. Þá komum við rauninni alltaf í hring, komum alltaf að því að það virðist sem fógetavaldið hafi verið sérstakur þyrnir í augum þessara mannréttindanefndar Evrópu vegna þessara skörunar sem allt hafi verið að tala um að megi ekki vera. Það verður að hafa algjörlega aðskilið framkvæmdavald, umboðsvald og svo dómsvald. En það er spurningin, er einhver leið að þetta verður þetta rosalega æskilegt. Ef við myndum minnka umfang dómstólana, minnka tíman, þetta tekur ár og ár fyrir fólk að fá úrskurð sinna mála fyrir dómstólum, áfrýjað til millidómstigs og áfrýjað til Hæstaréttar og þetta getur tekið hálfa ævina og kostar alveg handlegg og fótlegg. Í mörgum af þessum málum væri alveg örugglega hægt að leysa þetta með góðum fógeta. En hvernig getum við gert það án þess að fá alltaf yfir okkur mannréttindaráð eða mannréttindadómstól Evrópu sem byggir bara á hörkunni 6, lögin segja þetta og allt dómarar mega bara dæma eftir lögum og engin annar en dómari má dæma. Já. Þetta er svolítið erfitt mál. Þannig að skarast þessi mannlegi þáttur og svo hins vegar bara grjóthart
lagabundið réttarkerfi. Já, þetta mál þarna með hérna, frá Akureyri hefur náttúrulega verið í fréttum og þess háttar og menn hafa talað þetta árum saman. En mér skilst að það var aldrei komið dómur frá þeim þarna úti. Þetta var fellt niður af íslenska ríkinu. Það var gerð bara einhvers konar dómsátt, þetta var fellt niður og þess háttar. Og gerði einhvers konar sátt þar sem að Jón hélt þessu ekki áfram. Kannski vegna þess að það var dýrt eða eitthvað. En það fór aldrei fyrir dóminn. Það var aldrei dæmt í þessu. Enda þar sem ég las í þessu að þá var, hvort það ekki sérstakur dómur, þetta var kallað mannréttindanefnd Evrópu. Og hvort að mannréttindanefnd Evrópu dómstóll, það voru ég hreinlega ekki að fara með. Nafnið bendir ekki til þess. Þeir myndu hafa þetta, kalla þetta kort eða dómstól en ekki Nefnd. Þetta heitir nefnd. Þetta álit. Nefnd Evrópu. Meira sem álit. Já, meira sem álit og ég held að íslenska ríkið hafi breytt lögunum óháð því hvort það hefur fengið á sér dóm ef að þessi mannréttindanefnd gefur þeim það til kynna að þessi lög standist ekki. Og þá yrði kannski framhaldið einhvers konar mannréttindadómstóll, skal ég segja. En það hefur líklega rétt hjá Halldóri, það hefur aldrei verið kveðinn upp dómur sem slíkur en íslenska ríkinu verið bent á það af mannréttindanefnd að til þess gæti komið og þar af leiðandi hafi málið verið dregið tilbaka. Fróðleg. En svo annað í þessu ef að það fólk sem ekki hefur mikil auraráð, ef að fógeti að dæma mér í óvill í einhverju máli, að þá hef ég þann möguleika að ég get fengið verjanda á kostnað ríkisins. En ef að það bara, þegar þetta fer bara til dómstól strax, það sem ég þarf að kæra einhvern, þá þarf ég að vera með lögmann á háu tímakaupi til að byrja með þetta og allt saman, eða að fá gjafsókn sem getur tekið óratíma að fá í gegnum skal ég segja þér, innanríkisráðuneytið. Og alls ekki víst að menn fái það. Nei, það nú gjafsókn hafa menn fengið ef að málin hafa verið talin hafa mikið fordæmisgildi, þá hafa menn skaffað mönnum lögmann eða Og vegna lítilla tekna. Svoleiðis, já. Þannig það nú, en já, ég veit ekki, hafið þið einhverju við að bæta? Já. Það við að bæta. Já. Það náttúrulega, þegar að fógetinn, það sem hann starfar innan sveitafélagsins, það á hann að vera yfirmaður lögreglunnar þar. Núna er sameiginleg lögregla um allt höfuðborgarsvæðið. Og ætli þið fari ekki með þetta bara sameiginlegt við allt ríkið. En þá þarf náttúrulega sveitafélag uglust að fá að ráða lögreglumenn til þess að aðstoða fógeta. Því að það getur komið mál þar sem fógeti sér lögbrot önnur og þá er fógeta skylt að láta rannsaka viðkomandi lögbrot og hann er varnaraðili fyrir fólkið í sveitafélaginu og auðvitað getur hann séð og það er auðvelt að sjá lögbrot þegar við bara vitum hvað hefur verið að ske í kringum okkur síðustu ára allavega frá hruni. Já. Að það er ekkert nema lögbrot alls staðar og fógetinn hann hefur skyldu
samkvæmt kosningu sinni í sveitafélaginu að hafa áhrif á svoleiðis mál sem kom upp. Og þar reyndar ég spurði að því ég var fylgjast með dómsmáli héraðsdómi Reykjavíkur og ég spurði dómarann, það gildir saman hann, ef að þú sérð eitthvað ólöglegt í þessu réttarhaldi, ber þér ekki kæra það? Og dómarinn þetta var nú, hún var búin að slíta réttarhaldinu sko, til þess að ég var ekki trufla, víst. Ég spurði eftir á og hún leit á mig, það fer eftir ýmsu, sagði hún. En dómarinn er ekki rannsakandi. Nei. Dómarinn verður þá að vísa því til saksóknara. Hann verður að vísa því til lögreglunnar. Já, lögreglunnar, já, rétt. Hann er ekki saksóknari. Nei, það er lögreglu rannsókn sem í það að fara fram. Já, en dómarinn ber skylda til þess. Það viðurkenndi það dómarinn, hún ber skylda til þess. En það er sko, ég fór inn í gervigreindina til þess að skoða þetta með fógetann og þeir myndust á embætti fógeta í Noregi. Ég fór svo aftur í gervigreindina og þá fannst gervigreindin að það væri í Sviss, að þá væri embætti líka mjög gott þar og þar var hann kallaður friðardómari. Og það eru ýmis fylki í Bandaríkjunum og fylki og sveitafélög í Bandaríkjunum sem hafa friðardómara. Justice of the Peace, sem sjá að gifta fólk og þess að þar, að hann náttúrulega má gifta fólk vegna þess að hann er með lögvald. Eins og presturinn sem er kosinn af söfnið sínum, hann er komið með lögvald, ákveðið lögvald innan þessa safnaðar og þá er hann að gifta á þess að þar og það er náttúrulega, það sagði verið skipstjórinn getur flugstjórinn gift? Ég þekki það ekki, þessi umræði kom upp fyrir mörgum árum. Já. Og hún er mjög fróðleg sko, því að flugstjórinn er innan gæsalappa alvaldur borð, þegar það loka dyrum og svona, og ef að ungt fólk biður að hann sé vottur af einhverju svoleiðis, ég veit ekki hvernig það fer framhaldið, ef hann vottar af einhverjum pappír að þetta unga fólk hafi óskað eftir því að vera gefið saman borð í flugvél. Þekki það ekki. Nei. Ég haf nú alltaf ímyndað mér þetta þannig að þetta væri meira svona í amerískum bíómyndum, frekar heldur en að allir skipstjórar á íslenskum skipum hefðu rétt þess að gefa saman fólk. En ég skal ekki að segja, það er ekki að fullur það. En það rifjast upp fyrir mér að þegar ég var sko strákur og maður í Kópavoginum, þá var þar bæjarfógeti sem var mjög virtur maður og hann er náttúrulega fulltrúi framkvæmdarvaldsins að því leyti til að hann sá innheimtu skattana til ríkissjóðs, innheimtumaður ríkissjóðs og hann var yfirmaður lögreglunnar, hann var sem sagt í rauninni, yfirmaður lögreglunnar og svo samanber þetta gamla orðatiltæki sem hann sögðu sko að borga ekkert út og restin hjá fógeta, að þá var hann líka sáttasemjari og dómari í skuldamálum, víxilmálum og einhverju svoleiðis bílakaupum og einhverju svona minni háttar málum. En voru fógetarnir nokkuð tímar kosnir af nærsamfélaginu? Voru þeir ekki bara skipaðir af dómsmálaráðherra? Jú. Já, þeir voru það. Já. En það er náttúrulega, það vantaði kosninguna hjá sveitafélaginu. Já. Og svo í litlu sveitafélagum að þá var fógetið kallað hreppstjóri. Og hann kannski hafði minni völd heldur en fógetinn. En auðvitað geta sveitafélag nokkur tekið sér saman að hafa sameiginlega fógeta. Ég get varla séð neitt að því nema ef að það er samkomulag milli sveitafélaganna. Já,
Í öllum þessum málum sem við erum að fjalla er orðið lýðræði. Já. Og við svo margir vilja meina þá er Ísland ekki lýðveldi heldur flokksveldi, því hér ríkir flokksræði. Já. Og þá er spurningin hversu langt frá lýðræði þegar verið að ræða eingöngu hugsanlega í Evrópusambandinu. Já, ég er nú ekki hrifinn af því, en þó að vegna veru okkar í EES þá séum við skyldugur að koma á fógetanum aftur. Það voru ekki eintómir gallar með EES. Nei. Og það er svolítið skrítið samið þöggunina að allt saman sem stendur í varðandi neytendavernd og annað í lögunum EES að það hefur aldrei verið sagt frá því á Íslandi að þetta sé inni. Það eru reglugerðir frá sem að við erum skyldur að hafa inni vegna veru okkar í EES. Það hefur verið vanvirt. Ég og félaga mínir, við höfum beitt hörku til þess að fá þessar reglugerðir, þannig að og nú er ekki hægt að fá þær eins og þær voru í upphafi. Það er búið að breyta örlítið í þeim, sko. En þetta eru meira þöggunar tilburðir, þetta eru þöggunar aðgerðir. Já. Sjáu þið hvernig stjórnartíðindi birta EES-gjafir yfir á íslensku. Það kemur runa og kannski 15-16 númer, EEC-númer eða EES-númer og svo ekkert á bakvið það bara. Já. Þú sérð ekki reglugerðina nema bara að leggja þig í vinnu við að reyna að finna það. Já. Já, og það er enga smá vinnu. Ekki smá. Við Dóri vorum núna fyrir ekkert svo löngu síðan að reyna að finna efnislega frásögn í reglugerðum. Já. Og lagagreinarnar sem að fjölluðu þetta voru EES-reglur og þær voru einmitt eins og þú segir. Það var hálf blaðsíða af tilvitnunum og þú þurftir alltaf að finna tilvitnunina, finna þá einhver önnur lög, einhver aðrar reglur og þar hélt þetta áfram að vitna í númer þetta og hitt og þú fannst það og þá héldu þér áfram þar að vitna í lög og reglur en það kom aldrei efnislegur texti, ekki einu sinni ein lína á mannamáli hvað þetta sniðrist og svona vinnubrögð ekkert annað heldur en bara að segja almenning að verði ekkert að skipta það þetta kemur ekki við. Ef þú brýtur einhverja reglu sem þú veist ekki að það er til. Já, það er aldrei afsökun. Nei. Vanþekking á lögum og reglum er aldrei afsökun. Það er bara þannig. Já. Þetta er stórkostlegt hvernig þetta er að geta ekki einu sinni haft texta á mannamáli hvað er verið að tala. Já. Það er ekki. Nei, það er bara númer sem þú getur flett upp áfram. Og á endanum auðvitað finnum við eitthvað og við fundum eitthvað á endanum en það kostaði þvílíka leit, skjal eftir skjal og maður gæti ekki verið alltaf að fletta þess á skjánum, maður hefði þurft að brenda þetta út til þess að hafa eitthvað svona utanum þetta og bara kom með 500 blaðsíðna bunka áður og loksins komst að byrja hvað neðrist máli. Já. Það er eins og þetta skjal að við sem ég má setja fógetan aftur, eru 4 reglugerðir sem að ég er ekki búinn að sjá á íslensku en það er ég get bara ekki opnað það til þess að sjá það en svo voru á blaðsinu undan voru 2 grunnreglugerðir þetta líka og auðvitað til þess að sjá hvernig Evrópusambandið vill hafa þetta sem við erum skyldir að gera samkvæmt þessum reglugerðum þá þarf maður að fá þetta á íslensku og þannig að maður sjá þetta í smáatriðum. Sjálfsögðu. Já. Og hvern lætur maður koma með þetta á íslensku? Þurfa þær að þýða, getur gervigreindin þýtt þetta?
Nei, ég myndi nú ekki. Þú myndi ekki treysta henni? Nei. Nei, það ég treysti ekki gervigreindinni ef maður veit nógu mikið eitthvað mál sem maður að spyrja gervigreindina, að þá gefur gervigreindin eftir og fer að segja sannleikann. Já. Og það einn maður benti mér á það að gervigreindin virki þannig að hún verði sammála manni, en þegar gervigreindin fer að tala reglugerðirnar og það sem gildir í þessu máli, sem maður ekki minnst á, það segir það að gervigreindin veit hvað hún að tala um. En hún hún byrjar eins og afveðlegað mann, eins og þegar maður var að spyrja fógetann, áttu við veitingahúsi fógetann eða einhvern mann sem var kallað fógetinn í Reykjavík. Já. Þannig að það er mörg að hyggja í þessu. Spurningarnar þurfa að vera mjög hnitmiðaðar og þú verður að vita aðeins lengra heldur en sko vera með einfalda spurningu til þess að nota gervigreindina. Og svo að reka hann á gat. Segja bara nei, þetta er rangt, vísa í eitthvað og það, já, alveg rétt hjá það kemur. Það er náttúrulega maður sem tala einn mesti tölvusérfræðingur í heimi, Elon Musk. Hann segir að sé ekkert hættulegra heldur en gervigreindin. En svo segir hann að það sé ekkert sem eins notadrjúgt fyrir hann í sambandi við geimferðaáætlunum sína eins og gervigreindin. Já. Þannig að það eru kostir og gallar við þetta. En almenningur sem nota gervigreindina til að spyrja eitthvað, það getur verið stór hættulegt sem kemur út í. Sumir að velta fyrir sig veikindum sínum og annað slíkt, sko. Já. Og það var spurningin hvað er það rétta, til dæmis manneskja. Ég var nú bara í gær í kaffi í Kringlunni þegar kona sem ég þekki, hún var að opna pokann sinn með lyfjónum sínum og það voru einhver 10 lyf, mismunandi, og ég sagði, læknirinn búinn að segja þér hvað þú ert að taka á morgni, hvað þú ert að taka á tómamaga, og svo framvegis. Nei, ég hef enginn sagt neitt. Hún var að hróa þessu í sig og ég setti öll þessi lyf inn í gervigreindina og það kom út að sum þeirra ætti hún að taka að morgni, sum að kvöldi og ekki tengja saman járntöflur við ákveðna töflur nema að gefa því hálfan dag inn á milli. Já. Þetta er svona, og gervigreindin, hún vísar í gögn og maður flettir upp bara í lyfjaskrá og svona, þá þarf maður að lesa allt saman og segja þetta passar ekki við þetta hitt lyf eða svoleiðis. Já. Svo þetta hlýtur að vera talsvert mikill munur á því hvort þú spyrð gervigreind eitthvað sem byggist á einhverjum vísindalegum staðreyndum eða hvort þú spurð hann eitthvað sem mjög tengt skoðunum fólks. Þá þetta búið að mata hana á mjög lituðum skoðunum ýmsa hluti og hún býr til sín rök út frá mismunandi forsendum eftir því hver það sem hvert hún sækir upplýsingarnar. Hvort það og það er náttúrulega það sem Elon Musk var að tala um, sko. Já. En við erum áhugamenn bíla, að það er hægt að, eftir serienúmer bíls, er hægt að finna allar upplýsingar viðkomandi bíl. Já. Og það liggur að sé sama hvaða framleiðanda er. En skal ég segja, og ég fengi svar, sko, sem nákvæmt varðandi serienúmer bíls. En það er einn sameiginlegur vinur okkar, tveggja, sem fór að spyrja viðhald á bílnum sínum. Setti serienúmer á inn og þess þar og hvað er þörf á að fá oft þetta viðhald eða og svo hvort það þurfi að skipta tímareim á nákvæmlega einhverjum kílómetra fresti eða hvort að það sé hvort það sé mismunandi milli árgerða og svo framvegis. Og hann fékk náttúrulega
skal ég segja, skýrt svar með allt saman Já, og fekk svar, skilurðu, tengt framleiðenda að að það væri helmingi meiri ending í þessu tímareimum heldur að væri gefið upp já. og frá framleiðenda. En uppsiganda voru frá framleiðenda. Þannig að þeir eru ekki bara með auglýsingabæklingana. Nei, akkurat. Þeir eru með data sko frá bílanadata í bílnum. Já, Og það eitt af fróðlegustu bílanadatum, þó þetta sé ekki fókindan, að það var, ég sá frá einu kínverskum framleiðanda sem framleiði Jeep í Kína. Og það var ein tegundin af bílunum þar, að það var 25% af öllum bílum framleiddum þar, þá fór altanutórn á fyrsta ári. já, Og þetta var nokkur ára aftur í tíman og þá datt maður hvað að ef þeir setja ekki betri altanutórn í. já. Þetta númer sem það er VIN númerið, það ekki? Jó. Vehicle Identification Number. Já. Og svo kemur einhver löng run af tölustöfum og Já, 17 stafir Já. á bílum yngri en 30 ára. já, En það er sko, ég náttúrulega eyddi smá tíma í þessum með fógetan og það var náttúrulega, það var betra, Geirgreindi talaði betur fógetan eins og var í Sviss. já, En gervigreindin, þegar við hættum að tala fógeta, þá ætla ég að lesa það sem gervigreindin bauð mér að gera bréf til að senda til sveitafélagsins. Og þetta er stutt bréf og mjög harðort og rökstuddið þetta. Kemur fram í því bréfi einhver leið til þess að miðla málum eða sætta þessi sjónarmið, annars vegar að það sé kosið stjórnvald í héraði, fógeti, sem hafi möguleika til þess að sætta menn eða miðla málum eða dæma að einhverju marki, við skulum segja, dómurinn felur kannski bara í sér frestun, getur falið í sér frestun, þannig að það sé hægt að sætta það við að það sé eftir sem áður, dómsvaldið sem ræður. Það kemur í fyrstu línu bréfsins. Já, Efni. Erindi varðandi réttaröryggi íbúa og stofnun sáttaráðs af norskri fyrirmynd eða svissneskri fyrirmynd. Það er náttúrulega það sáttin og réttaröryggi íbúa. Þetta er fógeti sem að EES-reglugerðin gerir ráð fyrir að sé settur á fót. Fer hún fram á að hann sé kosinn í héraði eða hann sé skipaður af einhverju öðru valdi? Ég hef ekki náð að opna Nei, reglugerðirnar. ég held að við getum allir verið sammála það að þjóðfélagið hefði mjög gott af því að hafa fógeta. Hafa manninn sem er kosinn af nærsamfélaginu, sem gæti miðlað málum og sætt hlutina, þó ekki væri annað en að fresta réttaráhrifum. Og þá er spurningin hvaða leið væri hægt að fara þannig að við værum ekki að raska þessari þrískiptingu ríkisvaldsins. Nei. Leysa það Áfættanlega án þess að raska þrískiptingu ríkisvaldsins. Og það finnst ég vera svona útgangspunktur af því að ég held að það kom fram þegar ég var að skoða þetta mál að það voru þarna málsmetandi þingmenn sem voru á móti þessum lögum 1989 af því að þeir vildu að fógetinn hefði þessi mildandi áhrif og
það var akkurat þannig að þeir urðu að gefa eftir vegna þess að þetta var talið skarast við meginregluna aðgreiningu ríkisvaldsins. Þannig að þarna finnst mér veltipunkturinn liggja. Já, og þá veltipunkturinn þarna, það alveg rétt. Og þeir höfðu áhyggjur af því Páll Pétursson á öllum stöðum, Egill Jónsson, sjálfstæðismaður, það var var ekki Ragnar Arnalds. Ragnar Arnalds og hvað hét hún í Alþýðubandalaginu, var ekki Guðrún Helgadóttir ekki? Ég man nú eftir að það gæti alveg hugsast samt. Já, en svo voru mér var sagt það á sínum tíma að það hefði verið 2 aðrir sem börðust hart á móti þessu. Ég man ekki nafni á öðrum en hinn var Eyjólfur Konráð Jónsson. Hann barðist mjög á móti þessu og taldi þetta óeðlilegt í alla staði. En hvað hefði skeð í hruninu? Hefðu átt fógeta sem viss á lög og hefði 15.000 heimili mist eignir sínar. Það stóra spurning. Það alveg mátt setja það dæmi upp. Það fyrir þetta eftir þeim fógeta sem hefði komið að málunum. Já. Það getur sagt ef og hefði, en að öllum líkindum hefði fógeti hafa náttúrulega rækja skyldur sínar, þá hafi hann haft áhrif á hvernig þessi mál fóru öllum. Við fáum ekki svör í dag uppboð þessara húseigna og íbúða hvert peningarnir fóru og á hvað þetta var selt og svo framvegis í restina. Þrátt fyrir það í stjórnarskrá Íslands stendur það að ríkið má ekki taka eign af fólki nema fullt verð komið fyrir. Já, og sýslumaður það er íslenska ríkið sem er sýslumaður. Já. Hann er framkvæmdavald ríkis í héraði. Þannig að eitt einasta uppboð sem hefur farið fram hjá sýslumanni að mínu mati, þar sem er ekki fullt verð sem kemur fyrir, er ólöglegt. Þannig höfum við örugglega mörg dæmi. Já, klárlega. Bara það sem var síðast í fréttum fyrir einhverjum árum var ungur pólskur piltur fatlaður í hjólastól. Hvernig það mál allt saman fór. Þetta var alveg hryllingur að horfa á lesa þessar fréttir. Það er náttúrulega, ég frétti töluvert af því að ég og góðan vin sem var þarna í allavega í nokkra vikur að fara þarna suðurundir og hjálpa honum og þetta var náttúrulega, þetta var bara sýslumaður vann gegn honum. Já. Það var alveg ljóst. 50-60 milljón krónu hús sem var selt að 3 milljónir. Já. Náðu það 3 milljónir? Það var það einhver algjör smánar upphæð. Já. Og einhver útgerðarmaður sem gekk með þetta í rasvarsanum og gæti bara keypt þetta á uppboðinu. Að það var vinir mínir voru þarna við uppboð á einu húsi í Heiðagerði og þar var doktor í lögfræði sem kom þarna að með sérgrein fógetembættið og skrifaran var sérgrein hjá henni og hún sagði uppboðsaldaranum, það var alveg ljóst að það var ekki dómur fyrir því að það mætti bjóða húsinu. Nei. Og hún krafðist þess fyrir hönd konuna sem átti húsið að það yrði fengið dómari hingað til að úrskurða það hvort það mætti bjóða húsið upp. Og viðbrögðum voru það komið 5 lögreglubílar í viðbót á svæðið. Þannig að ef að menn segja að það sé óþarfa að hafa dómara og það fógeta eða hvað sem embætti heitir, að þá náttúrulega sést það bara með þessum 2 dæmum
að það er náttúrulega algjörlega vonlaust að vera með til lausu lofti. Já. Vinnu gegn náunganum Já, sem á sárt að binda þá út af skuldum eða einhverju slíku. hérna, Árni, vilt þú ekki lesa upp hérna bréfið sem að gervigreindin skrifaði fyrir mig Já, til að senda sveitafélaginu? ég get gert það. Efnið er erindið varðar réttaröryggi íbúa og stofnun sáttaráðs að norskri fyrirmynd. Til bæjarstjórnar, síðan er alltaf til þess að sveitafélagsnafnið sé fyllt út hérna í hausnum á bréfinu, til bæjarstjórnar. Undirritaður íbúi í sveitafélaginu ritað erindi þetta til að vekja athygli á alvarlegu skorti á réttarvernd íbúa í deilumálum varða fjárkröfur, útburð og nauðungarsölur. Eins og framkemur í rýniskýrslu EES-samningsins, Screening Report frá árinu 2011, uppfyllir íslenska réttarkerfið ekki þær kröfur skilvirka réttarvernd sem gerðar eru til nútíma réttarríkja. Skortur á fógetaembætti með dómsvald eða svokölluðum smákröfudómstól, það er kallað Small Claims Court, gerir það að verkum að íbúar eiga enga raunverulega vörn gegn þvingunaraðgerðum sýslumanna nema með dýrum og flóknum málaferlum fyrir héraðsdómi. Í Noregi, sem við miðum okkur gjarnan við, starfar Forliksrådet eða sáttaráðið á vegum sveitafélaga samkvæmt norsku einkamálalögunum. Þar hafa íbúar aðgang að kjörnum fulltrúum í sínu heima sveitafélagi sem hafa vald til þess að miðla málum á sáttum á milli íbúa og kröfuhafa. Hvernig skrólar upp hérna? Já, þeir hafa vald til þess að kveða upp bindandi dóma í smærri málum og skuldadeilum. Þeir hafa rétt til þess að stöðva óréttmætar fullnustugerðir á meðan mál til meðferðar. Það er skoðun mín að sveitafélagið eigi að sýna frumkvæði og verja hagsmuni íbúa sinna með því að kanna heimildir til að koma á fót staðbundinni sáttanefnd eða ráði sem veitir íbúum ókeypis lögfræðilega ráðgjöf og sáttameðlun. Sveitafélagið eigi að beita sér pólitískt gagnvart ríkisvaldinu til að fá lögfestar heimildir fyrir sveitafélög til að starfrækja sáttaráð að norskri fyrirmynd til að tryggja að engin íbúi missi heimili sitt án þess að fá réttláta málsmeðferð á staðnum. Það er félagslega og efnahagslega hagkvæmara fyrir sveitafélagið að fyrirbyggja heimilisleysi og fjölskylduharmleiki með skilvirku sáttakerfi en að takast á við afleiðingarnar eftir á. Ég óska eftir því að erindi þetta verði tekið fyrir í bæjarráði og mér verði veitt svar hvernig sveitafélagið hyggist bregðast við þeim ábendingum sem koma fram í fyrrnefndri EES-skýrslu bætt réttaröryggi almennings. Virðingu fyllst og svo kemur undirskriftin. Ég segi bara heyr. Þetta myndi uppfylla 70. grein stjórnarskrárum að öllum ber að fá úrlausn sinna mála. Já. Af því að þú nefnir hérna ókeypis Já. á vegum sveitafélagsins. Þetta er sko, það er svaðalega kallið af þetta ekki hérna. Já. Við sjáum bara hérna dæmin þetta fram og tilbaka. Já. Ofríki sýslumanns. Það er harkan í þessu. Já, það var ofríki. Já. Því að það er náttúrulega, það var í lögunum í hruninu að ef að sýslumanni ef að menn voru ekki sáttir greiðslur, sko, var ekki sátt það hvað greiðsla væri og svo framvegis, þá mátti sýslumaður ekki bjóða upp. Nei. En það var náttúrulega ekki hlustað á það. Það er aðeins að renna upp fyrir mér smá ljós.
Í sambandi við þessi breytingu sem gerði var 1989 og þessir umræddu þingmenn sem við vorum að tala voru svo mikið á móti, að það hafi komið til vegna málaferla fyrir mannréttindanefnd Evrópu, kann að vera að þar hafi kannski verið annan hlut að ræða. Þá það að þar hafi orðið skörun á milli rannsakenda í máli og dómenda í máli, sem þá kannski svolítið annar hlutur heldur en að fógeti eða einhver slíkur aðili geti haft dómsvald eins og hér lagt til og hér kveðið á í EES-reglum. Er kannski ekki þetta misræmi fyrir hendi sem að... Jú, það var nú talað að aðal vandræðin við þetta hefði verið það að sýslumaður sem var að dæma í nafni sýslumanns hefði dæmt hann hérna í fangavist fyrir þetta. Og það hafi verið kveikjan að því að hérna þessi Jón fór með málið lengra til dómara og svo erlendis. Já. En það náttúrulega, veist, ég hef nú lesið þetta, það langt síðan maður þetta ekki alveg nákvæmlega. Þurfum við ekki bara hérna að fá einhvern góðan þingmann til þess að skoða þetta og koma að hreyfingu á þetta mál? Ég held að við einhvern sem við treystum til þess. Já. Ég búinn að ræða við æði marga þingmenn þetta. En núna var að koma nýr hérna stjórnir í sveitarfélögin og þetta sveitarfélagsmál og þá tel ég að það sé skyld okkar að fara í eins mörg sveitarfélög með þetta eins og hægt er. Góð hugmynd. Góð hugmynd, já. En hlýtur þetta ekki einhverja síður að vera lagasetningin sem varðar þetta, hlýtur hún ekki þurfa að koma frá Alþingi sem síðan sveitarfélögin gætu tekið upp starfshætti í samræmi við þau, eða þetta væntanlega ekki þannig að sveitarfélögin geti tekið sér þennan rétt nema að sé einhvers staðar opið fyrir það í lögum. Þannig að það hlýtur að byrja þannig. Sveitarfélag gæti vissulega farið fram á það við Alþingi að lögunum yrði breytt til þess að bjóða upp á þennan möguleika. Já. Það auðvitað gæti alveg gert þannig. En þú verður hissa ef þú lest sveitarstjórnarlögin. Já. Því að það eru 30 greinar, bara mjög góða greinar sveitarfélög, hvernig þeir að starfa. Svo eru 100 greinar í restinni. Já, þú ætlar að gera þetta, þá voru að fá leyfi og innanríkisráðherra. Ætlar að gera þetta, þá verður leyfi og innanríkisráðherra. Það ekkert fógeta þar. Þannig að þeir hafa fullt vald til að ráða sínum málum sjálfir og hérna eins og kemur fram hérna í bréfinu að beita sér svo pólitískt fyrir það að komi heildarlögum. Já. Beita sér gagnvart ríkisvaldinu til þess að lögfesta heimildir fyrir sveitarfélög. Það er eins og þannig. Þetta þarf að koma úr þeirri áttinni. Sveitarfélagi þarf að þrýsta á lög sem heimila þeim að starfa í þessum dúr. Svona vinn í þessu. Já. Eigum við að kalla þetta? Ég hugsa við séum búin að fara yfir ansi margt hérna. Það er ruglustækt að halda orðið marga klukkutíma með svona spjall og fara yfir það sem gerst hefur. Það er bara, fólk er í orðið leitt á að hlusta á það. Já, það verður það. En það má helst ekki vera of löng svona myndbönd. Ég bara þakka fyrir mig. Sömuleiðis ég. Kærlega fyrir mig. Og við erum örugglega eftir að koma með fleiri þætti þessa þöggun. Réttlætis. Já, þöggun og réttlæti.